Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu aftur. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur, okkar mannréttinda fréttaritari, transfréttaritari Arna Magnea Dangs. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að hafa mig. Komið svo kölluð og tilefni núna líka myndin Ljósvíkingar sem var sýnd í Ríkissjónvarpinu páskana. Já, var páskasunnudagsmyndin. Já. Og það var bara mjög sætt að hún skildi vera sýnd akkurat á þessum degi. Og þetta alveg, ég var nú búin að sjá hana áður og alveg stórkostleg mynd og náttúrulega bara fengið, þótt hún hafi ekki fengið allar eddurnar sem hún kannski átti skilið, að þá eru held ég svona mjög margir, mjög hrifnir af þessari mynd og hún svona bara sem listaverki og sem bíómynd og afþreyingu og listaverki en líka sem svona einhvers konar hvað kalla það svona upplýsingar mynd sem að hjálpar fólki einhvern veginn átta sig á eða svona ekki kennsluefni kannski en svona sem að uppfræðandi. Já, hún gerir það á mjög fallegan og ljúfan hátt. Hún ekki, þessi mynd ekki að reyna að predika eitt eða neitt. Heldur hefur hún fulla samúð með þegar fólk skilur ekki. Og í myndinni hefur alveg fulla samúð með Hjalta. Hjalti var mjög erfitt með það þegar besti vinur hans frá blautu bassbeini kemur út sem trans og og Björn Jörundur leikur þennan Hjalta og gerir það mjög vel þetta varnarleysi og vandræðagang og þá koma upp alls konar svona fordómar sem raunin eru lærðir vegna þess að við lærum enga fordóma frá blautu bassbeini öðruvísi en frá öðru fólki og þannig að þetta er svona fordómar Hjalta sem að Björn Jörundur leikur algjörlega bara snilldarlega að eru svolítið fordómanir sem eru í samfélaginu svona þá ég að tala þessa mjúku almennu fordóma sem að fólk sem að skilur ekki fólk sem að þekkir ekki transfólk hefur aldrei kynnst transfólki og heldur að þetta sé einhvers konar bara út frá öðrum kvikmyndum og sjónvarpsefni og að þá heldur fólk að þetta sé einhvers konar kallar í kjól sem þetta ekki. Þannig að í gegnum vandræðagang Hjalta þá lærum við það að transkonan Birna, konan Birna var alltaf kona en dulbúningurinn sem var rauninni hennar skjól í gegnum að alast upp í fordómafullu samfélagi var rauninni orðið hennar fangelsi og var algjörlega að rauninni drepa hana og við bara sjáum það svo fallega hvernig karakterinn Björn hvernig hann hljóður, hægur eintóna jafnvel talar í stuttum setningum spyr, hann ekki með neina langlokur leið og Birna hendir Birni af sér og bara hún sjálf þá sjáum við hvernig lifnar yfir henni og hún fer að tala meira og tjá sig meira og verður öll miklu meira lifandi þannig að skilaboð myndarinnar náttúrulega það alltaf best að vera maður sjálfur 100% hvort sem að annað fólk tilbúið að meðtaka þig eða ekki þá samt alltaf best að vera bara þú sjálfur og svo koma náttúrulega þessi skilaboð líka og einhvern hátt það sem tengist því sem að þú hefur verið að skrifa og fjalla og ræða það hatursorðræðan sem ekki bara að einhver geti verið í vandræðagangi gagnvart hinu óþekkta hvatningin að spyrja ræða saman og spyrja spurningar sem þessi vinur gerir lengi vel ekki í myndinni heldur bara leggur á flótta í þessu vandræðagangi og vill búa til fjarlægð
og íta frá sér, en svo kemur þetta svona smá saman, byrja tengslin aftur og en maður sér það svona í þessari vaxandi hatursorðræðu gagvart transfólki í dag gagvart líka sko, gagvart ýmsu og það alltaf þetta fólk, það virðist vera freka gagvart því sem fólk þekkir lítið eða skilur ekki eða sko og finnst það ekki eiga að viðurkenna eða þurfa að skilja það og það sé bara þeirra, eins og við tölum í síðaspjall, það sé bara þeirra skoðun að þetta sé ekki eðlilegt eða ekki jákvætt eða eitthvað svoleiðis og það ber ekki að virða það. Og þá kemur líka bara með þetta með hvar mátt þú bara hafa þína skoðun og við vorum að ræða það, ég var eitthvað sem svona heimspekingur að segja að maður lítur að auðvitað í tjáningafrelsinu getur haft þína skoðun en hvað þú tjáir lítur að varða þá lög líka sem sagt eins og níð, hótanir sem sagt það eru til lög sem ná yfir það slíka tjáningu. Já, sko burt sér frá lögunum þá langar mér aðeins að fara inn á þetta með skoðunina að það hvort að þið finnist ananas góður á pítsu eða ekki, það er skoðun og við getum haft skoðun á öllum anskotanum en að hafa skoðun á hvort að fólk megi vera það sem það er og megi hreinlega að lifa sínu besta lífi eða ekki, það er náttúrulega ekki skoðun lengur og og þegar þú ert farin að kalla mannesku ógeð eða viðbjóð vegna þess að hún passar ekki inn í þitt lífsmynstur eða þín gildi að þá er það náttúrulega hatur. Sko í ljósvíkingum þá Hjalti ekki með neitt beint hatur, hann með ákveðna fordóma og fáfræði og hann í áfalli og það má spyrja, þú veist, ég meina allt transfólk lendir í því að við erum sífellt að fræða fólk. Við erum sífellt, þú veist, meira að segja hef ég lent í því að borga fyrir læknaheimsókn hjá lækni sem að vissi ekkert trans og ég eyddi 95% tímanum í að fræða viðkomandi. Þú veist, áður en að ég fekk þá þjónustu sem ég þurfti að fá. Þú veist, þannig að við erum alls staðar að fræða og fólk spyr alls konar spurninga og fólk líka blanda saman kynvitund og kynhneigð. Þú veist, kynvitund einstaklinga, allra einstaklinga, að börn fara að uppgöta sína kynvitund í kringu svona milli 3 og 5 ára aldurs. Stelpur sem eru líffræðilega stelpur og eru sískynja, það eru uppgötaðar stelpur á þessum aldri og stráka líka. Það verður ekkert að gera með kynhneigð. Þetta er bara kynvitundin. Það er enginn sem gagnrýnir það þegar sískynja einstaklingar uppgöta sína kynvitund og 5 ára gamlir guttar eru bara algjöru gaurar og 5 ára gamla stelpur eru, þú veist, algjöra prinsessur, af því þær fallar inn í þessar staðal ímynd sem er búið að búa til í þjóðfélaginu okkar hvað stelpa á að vera og hvað strákur eiga að vera. En af því að við erum búin að búa til þessa ímynd hvernig stelpur eiga að vera og hvernig strákur eiga að vera, þá eru allir einstaklingar sem passa ekki inn í þessi box að þeir eru gagnrýndir. Og þegar þú ert með transbarn sem er líka uppgötað sína kynvitund á nákvæmlega sama tíma og horfir á sjálft sig í speglinum og segir bara, þetta er ekki ég. Þetta er bara, hérna hefur verið gerð mistök. Og að þá ættu við að virða það vegna þess að kynvitund hefur ekkert með kynhneigð. Þegar alveg eins og sískynja fólk, það er að segja fólk sem er ekki trans, getur haft alls konar kynhneigðir og laðast að fólki, þá geta transfólk það líka. Það eru transkonur sem að laðast bara að konum. Það eru transkonur sem að laðast bara að körlum. Það eru transkonur sem að eru tvíkynhneigðar.
Það eru transkonur eins og ég sem að skilgreina mig sem pankynhneigð, alveg eins og Birna gerir þegar hún segir, þetta er spurning um hjarta en ekki parta. Þú veist, þetta skiptir máli bara manneskjan sem að þú verður ástökin af. Þannig að þú veist, að því að fullorðið fólk með sínar hugmyndir er farið að tróða einhverjum kynlífshugmyndum saman við kynvitund, þá allt inni þetta orðið eitthvað hættulegt og hræðilegt. En þetta bara snýst ekki og það er það fyrsta sem að við þurfum að svona fá fólk til að átta sig á, að kynvitund er ekki það sama og kynhneigð. Bara alls ekki. Síðan er annað, þú veist, að því að yfirleitt þá er þetta fólk sem að telur sjálft sig vera mjög trúað, býr við einhver gömul gildi, vil horfa aftur og bak til fortíðar, þú veist, gera Bandaríkin frábær aftur, gera Ísland frábært aftur, gera, þú veist, og ég meina frábært fyrir hvern, það er líka spurningin, þú veist, Bandaríkin hafa aldrei verið frábær fyrir, þú veist, þeldökka, Bandaríkin hafa ekki verið frábær fyrir, þú veist, frumbyggja Norður-Ameríku síðan hvíti maðurinn kom þar. Þannig að, þú veist, fyrir hvern á að gera Bandaríkin frábær aftur, bara fyrir, þú veist, hvíta gagginn eða fasteignasala. Sískynja karlmenn, þú veist, já, fasteignasala. Þannig að, þú veist, ef þú ert trúaður, hvort sem það er kristin trú eða eitthvað annað trú, þá trúir á eitthvað kjarna, trúir á eitthvað sál. Og ef að sálin er án líkama og ferðast þú veist, himinhvolfið eða er á einhverjum geymslustað á milli lífa eða er búin til, þú veist, einu sinni og fer síðan til himnaríkis eða helvítis eða hvað sem þú trúir, ef þú trúir að sál sem er án líkama, akkur getur ekki trúa því að sálin getur ratað í vitlausan líkama. Því þannig er það sem ég hef alltaf upplifað. Ég upplifði alveg frá því ég var bara tæplega 4 ára að ég hefði ekki lent í réttum líkama. Ég hafði ekki orðið trans til að útskýra sjálf mig. Ég kallaði sjálf mig álfabarn, sem seinna geimveru. Ég var sífellt að reyna að útskýra sjálf mig. Ég er sönnun þess að transfólk er það sem það er. Og allt transfólk veit betur heldur en sískynja fólk hvað það sjálft er. En þú veist, þessar fordómafullu raddir sem er hatursraddir, þau bara neita að trúa því. Og þau segja bara, þetta er mín skoðun. Og þau segja, þetta er ekki hatur af því ég er bara að styðja mig við staðreyndir. En það er ekki að styðja sig við staðreyndir. Því allt vísindasamfélagið er sammála því að transfólk sé raunverulegt svona frávik frá svona heildarmenginu í náttúrulegu vali. Alveg eins og, þú veist, örvhentir voru taldnir 1-3% á meðan það var bannað að vera örvhentur. Fólk var neitt þess að borða með hægri, það var neitt þess að skrifa með hægri, það var slegið á puttana, það var sagt, þú ert að skemmta skrattanum ef þú skrifaði með vinstri hendinni og svo framvegis. Leið og fólk hætti að hafa fordóma fyrir örvhendum, þá fjölgaði örvhendum og núna er það mjög stabilt í kringum svona 12-13%. Það sama á litlu svona tímabili, það sem var smá andrými og það var fræðsla, að þá fjölgaði transfólki, það er að segja sjáanlega. Auðvitað hefur transfólki alltaf verið til, það er allar heimildir sem sýna það, en það er bara svo rosalega margir sem að dóu inn í skapnum. Og það sem að við erum að gera þegar við erum að sporna við þessu hatri er að við viljum forða transfólki frá því að lifa við skömm inn í skapnum, berjast við sjálfan sig og jafnvel taka sitt eigið líf af ótta við, þú veist, hatrið og ofbeldið, andlega og líkamlega ofbeldið sem að býðu þeirra þarna úti. En það breytir því ekki að það er alltaf í kringum, þú veist, 1% mannkins sem að mun fæðast trans.
og þó að það myndi útrýma öllu transfólki í dag, eftir 100 ár þá þið aftur bara 1% þú veist, mannkyns trans. Það svolítið merkilega þessi ótti við upplýsinguna og ótti við upplýsingar raunverulega og sem til dæmis núna í Bandaríkjunum það virkilega aðförað háskólanum líka og þessi raunverulega ótti við já, kannski líka ég ætla ekki að tala allt í einu en þú veist, óttin við vóg líka það er ótti við þetta, einhver viti betur eða þykist vita betur og svoleiðis og raunverulega hatrið á því sem að kannski á ekkert ekki réttmætt gagnrýni á þá sem að raunverulega eru bara að reyna að leita sér þekkingar ef maður lítur á þekkingarleit þannig en til dæmis eins og þetta með kyn kannski förum ekki út í það en það sem þú segir minnir mann svolítið á gagnrýnin og kynfræðslu eða þú veist að það að koma og tala við börn og segja þeim frá transmöguleikanum að það búi til eða hvetja, ertu ekki að vísa í það að það séu þá fleiri og það séu þá einhver svona skökk kynvitund vegna þá ekki lítið á upplýsingarnar eða kennslun eða fræðsluna sem uppfræðslu heldur sem áróður eða... Já, þetta er þessi strámaður sem er búinn til og það er búið til falskur ótti og það er búið til falskur óvinur og síðan ráðist á honum. Það er alltaf einfaldast. Það er það sem að fasisminn hefur alltaf gert, hann hefur alltaf þurft á einhverjum sýndar óvinni að halda og því minni því betra vegna þess að þetta er bara eins og hrekkjusýnin á skólalóðinni þau þurfum alltaf að níðast á minnumáttar. Þá líka, má ég segja maður sér þetta svolítið strategist sniðugt innan gæsilega bara hræðilegt hræðilega vel að taka eitthvað sem er miklu minnihlutahópi til þess að, og búa til óvinn þar til þess þá að safna öllum hinum, er það ekki alltaf markmiðið skilur, þú býrð til óvinn svona sameiginlega óvinn til þess raunverulega hinir sem eru ósammála svo margt, getið þá kannski saminast í einhverju hatri eins og til dæmis í hryðjuverka kaldastríðinu og svo í hryðjuverka eftir hryðjuverka, þegar var búin til þessi hryðjuverkamaður og við vorum öll látum fara í gegnum öryggis og erum enn tekk til þess að forða hryðjuverkum þá var hægt að réttlæta ýmsar aðgerðir og að við tókum okkur saman ýmislegt gegn þessum hræðilegu þessum óvinni Já, leiðu þú býrð til eitthvað svona lítinn óvinn þá rauninni ertu komið með tæki til þess að hafa völd yfir öllum sem þú vilt hafa ná völd yfir og þessi gífulega baráttu gegn transkonum er náttúrulega án þess að, og það er það sorglega, svo margar sískonur gera sig ekki grein fyrir því, að er aðförð að öllum konum og réttindi kvenna. Vegna þess að með því að fara að heimta til dæmis eins og ef verið að reyna að fá í gegnum þingið í Bandaríkjunum að það megi leyfa kynfara skoðanir á ungum stelpum ef kynni að það væri transstelpa á meðal þeirra. Hvaða áhrif heldur það hafi á ungar stúlkur? Þú veist, það sem er engin þeirra trans eða kannski eina hverjum, þú veist, bara tölfræðin séð, eina hverjum milljón er trans. Hvaða afleiðingar hefur það að ungar konur alast upp við það að það eru sískinni kallmenn þjálfarar og menn í valdastöðum sem að hafa bara leyfi á að skoða þeim kynfærin í tíma og ótíma til þess að tjekka hvort að þær séu nokkuð trans. Og þetta býður upp á kynferðislega misnotkun á fjölda kvenna. Þannig að í skjóli þessa transhaturs og aðförum að réttindum transfólks þá hefur verið að taka réttindi af öllum konum. Því að nú þegar er búið að vera ýta undir að það er að skilgreina og festa hugtakið hvað er kona. Eitthvað sem upprunalega eins og ég hef komið á áður feminista börðust gegn. Vegna þess að kona á náttúrulega geta verið allt það sem hún vill. Og það á ekki neitt að vera með þetta skilgreiningavald nema einstaklingurinn sjálfur. Núna er verið að reyna að skilgreina það að kona sé einhver sem getur átt börn og hugsa börn. Og þá er verið að færa konur allar í það hlutverk að vera mæður. Og nú þegar í Bandaríkjunum þá er komið herferð þar sem er verið að ýta undir
og þeir eru meiri segja búin að bjóða að það verði sérstakur fjölskyldustyrkur ef að fólk í sískynja samböndum eignir sem flest börn að því að börnum fer fækkandi í Bandaríkjunum. Þetta er beint út úr The Handmaid's Tale sem Margaret Atwood skrifaði. Þetta er bara algjörlega skólabókardæmi. Hvernig náðu þeir að komast þangað? Þeir komast ekki þangað og hefðu ekki komist þangað fyrir 10 árum síðan ef þeir hefðu byrjað þarna. Ef þeir hefðu byrjað og sagt, herðu, við ætlum núna að leyfa kynfæraskoðanir á öllum stúlkubörnum. Það hefði allt orðið brjálað. En með því að ala upp á einhverju grílu, þú veist þessari vondu transkonu sem er hugsanlega karlmaður sem er búin að gangi í gegnum áralanga baráttu og skurðakerfir og hormónameðferðir og endalaust áreiti, þú veist, allstað frá, bara til þess að geta pissa við hliðina á annarri konu. Þú veist, þetta er svo fáralegt. Þetta er algjörlega fáralegt. Allir karlmenn, sískynni karlmenn, sem að vilja hafa, þú veist, að í sér að brjóta á konum, þeir fara ekki í gegnum eitthvað svona til þess að brjóta á konum. Þeir bara brjóta þeim og þú veist, öll tölfræði hefur sýnt fram að það. Þeir láta ekki stoppa sig, þeir láta ekki merki á hurð stoppa sig, þeir láta ekki þú veist, einu sinni sundklefa að neitt annað stoppa sig. Þú veist, það hefur ráðist á konur hvar sem er. Þannig að og það sem að var að gerast núna, eins og ég var að tala við þig áðan í Bretlandi, að í bresku jafnréttislögunum að þá var orðið kona en það var ekkert skilgreint nánar og í öðrum lögum er skilgreint að þeir sem eru búin að fara gegnum kynstaðfestandi ferli, það er að segja transkonur og að þær eru þá komnar með það sem heitir gender certificate og sem að bara staðfest að þær eru konur, þær eru búin að fara gegnum allt saman. Það eru ekkit öðruvísi útlitslega en neinar aðrar konur. Og það hefur verið skilgreiningin hingað til að þær voru vendaðar undir þessu lögum. En sem sagt hópur af konum sem að allar eru meira að segja svolítið, þú veist, suma hverja mjög karlmannlegar og héldu upp á þennan sigur í meira að segja jakkafutum suma hverjar og þær voru þeirra helsti fjárhagsstuðningsmaður er J.K. Rowling og þær kalla sig sem sagt gender critical feminist og sem er náttúrulega, þú veist, bara fárlegt vegna þess að þær eru raunin ekkit feministar, ekki út frá grunnhugmyndafræði feminismans vegna þess að þær vilja niður njörva hvað er kona og þær lobbyiðu fyrir því að út af lögum sem voru samþykkt í Skotlandi jafnt kynjahlutfall í stjórnum opinberra stofnana í Skotlandi að þá sögðu þeir, já núna geta bara karlmenn þóst vera konur og þá verða bara kallar í stjórnum kvenna. Þú veist, það voru ekki svona lög áður og það var samt, þú veist, þetta voru lög sem voru sett til þess að jafna hlutfalli í stjórnum og þau sögðu að núna myndi allt fyllast af gervi konum í stjórnum þessa fyrirtækja. Svo þær börðust fyrir því og fengu til þessum fleiri svona bara hatursamtök, þetta er ekkert annað en hatursamtök því að það eina sem saminar þessa einstaklinga er hatur á transfólki og þá sérstaklega á transkonum. Þær líta runni á transkonur sem móðgun við sinn kvenleika. Þannig líta þær á transkonur. Að transkonur á einhvern hátt gerir með því að viðurkenna transkonur séu konur að þá er leið verið að gera lítið úr þeirra kvenleika og þeim sem konum. Þeim er náttúrulega bara fárlegt. Svo maður sér ekki alveg, maður sér ekki, sko, maður finnst þetta bara rökvilla eiginlega, já. Já, þetta er að segja að trúa. Og þær fengu það í gegn
án þess að nokkur einustu mannréttindasamtök sem berjast fyrir réttindi transfólks eða en einasta transkona fengi einu sinni að bera vitni, það fengur í gegn að Hæstiréttur tók upp þetta að skilgreina í þessum jafnréttislögum og þetta á bara við þessi jafnréttislög, hvað er kona í þessum lögum og þeir sögðu og þeir voru einróma sammála í þessum lögum, að því að í þessum lögum við vera að fjalla til dæmis mæðraorlof og fósturlát og ýmislegt annað, þannig að í þessum lögum þá var átt við líffræðilega konu. Þeir voru ekki að skilgreina orðið kona, þeir sögðu bara í þessum lögum átt við líffræðilega kona. En nú þegar búið að blása þetta út þannig að nú eigi að endurskoða bara öll réttindi transkvenna og nú þegar lögreglan í Bretlandi búin að segja að ef að transkona stoppuð grunum glæp þá verður það ekki kona sem að leitar að henni, heldur lögreglu karlmaður. Þannig að hún fer í gegnum jafnvel þarf að afklæða sig og annað fyrir framan karl lögreglumenn. Og nú þegar eru þau að tala að það þurfi að banna transkonum aðgengi að kvennarýmum og banna transkörlum aðgengi að kallarýmum og þau kalla þetta sigur fyrir líffræðilega konur og J.K. Rowling með vindil og kampavín fagnaði þessu ákaft. Þau gera sér náttúrulega ekki grein fyrir því og vilja ekki einu sinni gera sér grein fyrir því að transkarlmenn líta rosalega karlmannlega út. Testosterón hefur gífurleg áhrif og hefur áhrif á röddina þeirra. Það engin leið að sjá hvort að transkarlmaður sé transkarlmaður eða sískarlmaður. Það bara engin leið. Þeir eru það karlmannlegir. Svona undantekningarlaust. Og þannig að transkarlmaður lappar inn á kvennaklósett samkvæmt nýju lögunum. Það veist ekki hvort að hann transkarlmaður eða sískarlmaður. Þannig ef eitthvað munum þetta gera sískarlmönnum auðveldara fyrir að lappa inn á kvennaklósett og brjóta á konum. Transkonur aftur á móti sem nú þegar eru 4 sinnum líklegri fyrir að verða fyrir kynferðisofbeldi og öðru ofbeldi heldur en sískonur sem eiga núna að lappa inn á karlaklósett í stór hættu. Allar rannsóknir sem hafa verið gerðar transkonur sem að nýta sér svona almennings þjónustu að þær lifi í ótta. Marga þeirra forðast almenningssalerni jafnvel eftir að það eru búin að fara gegnum kynstaðfestandi aðgerðir af ótta við að verða fyrir aðkasti. Ég sjálf fór ekki í sund í 5 ár og það þurfti krabbamein til þess að ég færi í sund og það var bara vegna þess að ég vissi ekki hvort ég myndi lifa af næstu 5 mánuðina og ég vildi fara með syni minn í sund. En hvert einaskipti sem ég fer í sund að þá býr ákveðin ótti í mér. Og það langflesta transkonur þær búa í landi óttans dagstaglega þegar þær nýta sér almennings þjónustu sem ætlaðar eingöngu fyrir konur og reyna að forðast að nýta sér eitthvað sem ekki þá bara kynhlutlaust. Þannig að þetta bara strámaður að vera að búa til einhverja ógn sem ekki ógn en á sama tíma með því að nota þess ógn og við erum að tala að transkonur 0,2 til 0,5% af heildar fjölda mannkyns. Hérna í Íslandi erum við cirka 0,1 til 0,2. Við erum ekki hættulegar, bara langt í frá og að með því að búa til þessa ógn, þennan strámann þá raunni verið að taka og færa réttindi allra kvenna aftur og bak 20 ára. Það sem náttúrulega líka verið að gera og hættulegt að það verið að réttlæta hatursorðræðu og ofbeldi raunverulega. Það verið einhvern veginn að
ýta undir ofbeldi og þessa hugmynd að það séu einhverjar mannverur á þessari jörð sem eru minna virði en aðrir, minna rétt á sér og bara sú hugmynd sem náttúrulega hefur alltaf verið einhvers staðar ríkjandi í okkar sögu, það ekki, mannkyns, sem að ég held að við höfum dálítið svona í siðmenningunni reynt að losna við þá hugmynd öllum ráðum, en hérna á stuttum tíma og kannski hefur verið undirliggjandi og fer auðvitað inn í þessa æð sem hefur alltaf verið til að það sé einhverju sem eru réttræpir eða það megi útskúfa einhverjum eða einhverju ekki að fá sömu réttindi og sömu aðstöður tækifæri. Hérna á svolítið skömmum tíma blásið virkilega í klæðurnar á þessum helvítiseldi. Þannig að, er það ekki það sem rosalega hættulegt, ekki bara fyrir konur, fyrir transkonur, fyrir transfólk, fyrir allar konur eins og segir, það bara hættulegt fyrir okkur öll að það sé á einhvern nátt gefið þetta ofbeldisleyfi. Jú, vissulega það náttúrulega bara hættulegt fyrir, samfélagið í heild sinni. Vegna þess að eftir seinni heimsstyrjöldina var gerð mjög ítarleg rannsókn á bara mannlegu eðli og niðurstaðan var að 10% fólks það mun alltaf nýta sér svona til þess að vera vont. Það er bara eðli sínu. Það er vill runni öðru fólki illt. 10% fólks mun alltaf berjast fyrir réttlæti, berjast fyrir sanngirni. Er það önnur 10% menn? Já, önnur 10%. 80% fólk sem eftir, það siglir með straumnum. Það svolítið fólk sem að ákveður það fólki sem vill ekki taka afstöðu. Það fólki sem segir, þurfum við að tala um þetta. Ekki komið nóg af þessu. Það fólki sem vill helst leiða það fram hjá sér og lætur til leiðast á eitt veg eða annan. Heldur það skipti ekki mála að taka afstöðu til þess? Já, ég meina, fólk notaði sem afsökun, það vissi ekki hvað var verið að gerast í þessum fangabúðum í seinni heimsstyrjöldinni. Það hafði ekki upplýsingarnar. Núna í dag þá vitum við að það verið að senda fólk til hvað heitir það? Guantanamo? Guantanamo og hvað heitir það? Elvador? Nei, hvað heitir það? Ekki Elvador. San eitthvað. Fangabúðir. Já, San Elvador, nei, það heitir eitthvað annað. En ég man það örugglega leið og verið búin að ræða saman. Að þessar búðir, það verið að sýna myndir, það verið að sýna sjónvarpsefni og þetta hræðilegar aðstæður. Og þetta ekki betri aðstæður heldur en bara fangabúði nasista. Og þetta að gerast í beinni. Og það vita þetta allir. Gaza líka. Og víða heim náttúrulega og í Súdan og út allan heim og Afganistan. Ég meina, fólk að gleyma hvað verið að gera konum í Afganistan. Það megi ekki tala upp átt lengur. Paldið því. Það mega ekki tala upp átt, ekki eins og hvort aðra lengur. Það mega bara tala upp átt við mannin sinn í einrúmi. Og það búið að leyfa giftingar alveg niður í 12 ára og eins og í Íran þá voru það að leyfa giftingar niður í 9 ára. 9 ára stúlkubörn. Það hræðilega hlutir að gerast í beinni út allt og það fullt af fólki, alveg ótrúlega mikið af fólki sem segir, getum við ekki bara haft gaman? Þurfum við að vera að velta? Við getum ekki breytt neinu, við getum ekki gert neitt. Og það á ekki að þurfa að vera þannig að það ekki fyrir en þú ert farin að missa þín réttindi að þú gerir eitthvað.
þú veist, fólk hefur meira vald, sérstaklega ef við tökum okkur öll saman og sérstaklega ef við förum hætta að rífast einhverja strámenn okkar á milli, eins og þú veist, þú nefndi vókið áðan, þú veist, skilgreininga á hugtakinu vók, bara skiptir engu máli. Hvar stendur þegar kemur að mannréttinum? Hvar stendur þegar kemur að, þú veist, að vera bara að standa í lappinni gagnvart misrétti og óréttlæti og þegar þú heyrir einhvern kalla aðra mannesku ógeð eða viðbjóð bara því hún er trans, þú veist, samkvæmt haturslöggjöfinni, þá samkvæmt lögum, þá er þetta ekki hatur, en samkvæmt minni skilgreiningu að kalla aðra mannesku viðbjóð, það er ekki, þú veist, það er ekki skoðun, það er hatur. Og og við eigum að hætta að afsaka hatrið, við eigum að hætta að afsaka afskiptaleysið og við eigum að hætta að festa okkur í einhverja strámenn og skilgreiningar, því að þú veist, hvaða orð við notum yfir það er bara, er þér drull annað fólk eða ekki? Og ertu til í að standa í lappirnar þegar kemur að mannréttindum eða ekki? En hvernig er þessi haturslöggjöf, þú nefnir hana? Já, hún er, þú veist, það er verið að endurskoða hana, en eins og hún er núna, það þarf það eiginlega að vera beinhótun. Það er ýmislegt á gráusvæði sem að, eins og það er orðað, það er túlkunaratriði og það að kalla, þú veist, mannesku, þú veist, eins og transkonur, það er mjög vinsælt meðan antitrans fólks hérna á Íslandi að segja, þú veist, við höfum engan, við erum bara að segja staðreyndir, en transkonur eru ekki konur, þeir eru kvengervlar. Þú veist, þetta er eitthvað nýtt orð sem að þeim finnst gaman að nota. Kvengervill. Þú veist, þetta er náttúrulega afmennskun. Það er að gera lítið úr manneskunni. Þú veist að rauninni segja að hún sé minna en. Hún er minna en annað fólk. Hún er óæðri manneskja. Leiður farin að nota ykkur orð, sama hvernig orðin eru notuð, og þú ert farin að gera lítið úr mennsku viðkomandi, að þá er það náttúrulega bara hatur. Því að þetta fólk, það er búið að benda þessu fólki á alls konar vísindagreinar og á alls konar staðreyndir að transi til, og það er til í dýraríkinu og það er til meiri segja á meðal annar spendýra eins og hýena og simbasaba, að það skiptir engu máli, en samt kemur þetta fólk alltaf aftur og segir, já, hvaða sannanir hafið þið fyrir þessu? Hvaða sannanir? Þú veist, bara, akkur eigum við alltaf að þurfa að sanna hvað við erum? Ég er það sem ég er. Og við þurfum að hætta að gefa þeim einhvern, hvað ég segja, frjálsar hendur og segja, já, þetta er nú bara skoðun, þau með að hafa skoðun, það er málfrelsi, já, þú mást segja hvað sem er, en það breytir því ekki að ef þú talar svona um aðra mannesku, þá ertu fáviti. Það er bara einfalt mál. Þú veist, þú talar ekki svona um einhverja aðra mannesku og felur þig á bak við það að þetta sé bara skoðun. Þá ert þú ekki góð manneskja. Og það skiptir engu máli hvort að þú stimplar þig, þú veist, anti-vók eða vók eða hvað sem þú stimplar þig, því að það er bara einneitt strámaðurinn, einhver svona, þú veist, búa til eitthvað, einu sinni var það góða fólkið innan gæðslappa, þú veist, bara spurningu er bara hvers konar manneski viltu vera og viltu koma vel fram með annað fólk eða ekki. Og vók og góða fólkið, er það ekki, það er fólki sem transi kemur inn í það vegna þess að það verður raunverulega ásaka fólk sem tekur afstöðu með transfólki sem verður þegar verður fyrir árásum, þá er verið að taka, ásaka þá sem að standa með transfólki, er ekki? Já. Að vera vók eða vera góða fólkið og vera á einhvern hátt, er það ekki með ranga hugmyndafræði. Þannig er tengingin þetta milli trans og vók, er það ekki? Í þessar umræðu sem ég veit ekki hvort hún er í Bandaríkjunum svo náð, en á Íslandi einhvern veginn er þetta búið að vera núna undanfarið. Er þetta ekki svolítið skrítið? Það hefur svolítið slegið saman, allavega sér maður það á samfélagsmiðlum, að það er mikil umræða. Já, bara, þú veist, vók umræðan á Íslandi er komin náttúrulega bara út í skörð og hún er náttúrulega bara komin út í það að það er eins og, það er engi tveir sem skilgreina
þetta hugtak eins. Og það er búið að blanda alls konar inn í þetta. Það er búið að blanda inn í þetta, þú veist, hvort að þú tilheyrir einhverju menntaelítu eða hvort að þú sett í stéttabaráttu eða eitthvað. Þannig að það er raunin búin að gengisfalla þetta orð. Ég sagði að við ættum bara að taka þetta orð tilbaka og við ættum að skilgreina það eitt skipti fyrir öll. En ég veit ekki hvort að við náum að gera það einu sinni. Vegna þess að þetta er bara, þú veist, umræðan er bara komin algjörlega út í móa. En er ekki svolítið merkilt frá því við tölum saman síðast, hvað sem eru, ég veit ekki, 2 eða 3 vikur, eða að þá vorum að tala um veik. Nei, það er styttra síðan meira að segja. Já, að vera vakandi. Já, vera vakandi og þá var svona vók auðvitað umdeilt en svolítið einhverju leyti ákveðin vakning, bara orðið í sjálfu sér, en svo það bara hefur hallað á það er eiginlega orðið síðan þá, eins og þú segir, þá var það bara komið út í búið að nota það svo, misnota það raunverulega svo, sko, bæði hérna, þannig er einhver svona rosaleg misnotkun og svona, hvað er það, óþolmæði í umræðu bæði að skilja hvað hinn eru að meina með, þú veist hvað meinar þú með þessu, og það er raunverulega, þannig að það er svolítið skamlöp í dómana, sko. Já. En hvernig finnst þér að vera bara núna, þú veist, heimaður eða í þinni vinnu og hérna, og eins og þú segir, þú lendir náttúrulega oft í því að þurfa að uppfræða lækna og bara almenning og alla og hérna, en er ekki svolítið skrítið svona einmitt þegar þetta er svona mikið í umræðinni og hérna bæði fréttir frá Bandaríkjunum og heiminum og Íslandi, hvernig er það svona, þetta sé bara það sé alltaf einhver að tala um trans og þú köllu til svona mikið að tala um það svona, er þetta ekkert svolítið svakalegt? Jú, þetta er náttúrulega svakalegt og það er stundum sem að maður bara finnur að þú veist, maður er að brenna út algjörlega en á sama tíma þá einhvern veginn get ég ekki leyft haldurinn að vinna. Þannig að ég þarf að finna styrkin og ég verð að halda áfram. Ég get ekki hægt að berjast vegna þess að þú veist, það er bara ekki búið að gefast upp. Þó að svo hugsun kemur stundum upp. Þú veist, það að vera trans eða bara tilheyra einhverju minnihluta-hóp þýðir náttúrulega að þú þekkir mikið af fólki sem er eins og þú. Þú veist, líka og sækir líkan heim og allt það. Bara á síðan 6 mánuðum hef ég séð á eftir 2 transkonum hérna á Íslandi í sjálfsvíg. Erlendis er ég að fá fréttir af þessu líka. Ég á góðar vinkonur erlendis. 2 vinkonur, önnur er bara svolítið á leið í ekki á góðum stað. Hinn er ennþá að berjast. Það er rosalega mikil ótti og vanlíðan og það er ótti og vanlíðan sem fylgir því þegar það er stöðugt verið að reyna að grafa undan því að þú sért það sem þú ert. Þegar það er stöðugt verið að segja nei, þú ert ekki alvöru manneskja. Þú ert gervi manneskja. Og þá hefur áhyggjur og sérstaklega að ég á börn og ég hef áhyggjur af hvað áhrif þetta hefur á strákana mína og ég hef áhyggjur af þú veist, hvernig þetta bara þú veist, hefur líka á unga hinsegin fólkið okkar og þú veist, ég hef unnið með kynsegin einstaklingum, ungum efnilegum kynsegin einstaklingum sem er að læra þú veist, til söngs eða dans eða leiklist sem eru bara frábæri einstaklingar, svo velgerðir og yndislegir og maður sér bara, þú veist, að ljósið þeirra er aðeins, það er að dofna. Þau skín ekki jafn skært. Ekki vegna þess að þau eru eitthvað minna trans í dag heldur en í gær. Það er vegna þess að þessi orræða, þessi stöðuga orrahríð af bara hatri og viðbjóði sem er að lenda á okkur hefur áhrif. Það er það sem er að drepa okkur. Nú þegar eru vísbendingar að sjálfsvígum er að fjölga bara
mjög hratt á meðal hinsegin fólks, sérstaklega transfólks. Og það eru, þú veist, mannréttindasamtök sem er að vinna með transfólki og transungmennum í Bretlandi og Bandaríkjunum eru farnir að þú veist, systematísk setja svona, þú veist, út auglýsingar og svona þjónustu á borð við 1717 þar sem það bara, þú veist, að reyna að stappa stálinu í þessu ungmenni. Þú veist, ekki gefast upp. Það var bara mjög nýlega að vera að tala að það voru það stórt maraþonhlaup í Bandaríkjunum, svona árlegt maraþonhlaup þar sem að fólk allstaðar að heiminum kemur og tekur þátt. Ég man ekki í augnablikinu hvar það haldið, og í þessu maraþonhlaupi þá hefur transfólk fengið að keppa í meira en 20 ár. Og ekki einasta transkona unnið í kvennaflokki. Ekki komist á verðlaunapall, ekki einu sinni í efstu 10 sætunum. Og af yfir, þú veist, 20.000 keppendum í kvennaflokknum er ein transkona. Það bara, þú veist, þessi ótti, þessi gríla, það er búið að blása þetta út sem eitthvað hræðilegt. Þetta er svona álíka bara eins og, þetta er orðið músefjun. Þetta er orðið svona ákveðin hystería, þú veist, og þetta er svona eins og að bara fá fólk til að trúa því að þú veist, að jörðin sé hóla innan og þar búi eðlufólk sem alltaf taki yfir heiminn, sem er eina af þessu samsæriskenningum sem að lifir góðu lífi. Þú veist, þetta með að transkonur séu, þú veist, bara karlar sem að vilja ráða yfir kvennaíþróttum að því að þeir voru svo lélegir í kallaíþróttum sem er bara svo fárlegt sem mest getur verið, þú veist, hver ætti að fara í gegnum allt þetta ferli, þú veist, ger ekki grein fyrir hvað þú þarft að berjast bara fyrir að fá að vera það sem þú ert. Þú veist, allar skurðagerðinar, þjáningin sem þú fer í gegnum. Þú veist, ég efast að fólk myndi, þú veist, bara geta lifað, þú veist, bara einn dag að mínu lífi, þú veist, eftir eina af þessu skurðagerðum. Þú veist, sásökin þú veist, gigantískur. Og í mínu tilviki þá þurfti ég að fara 3 sinnum undir hnífina því að fyrsta aðgerðin mistókst, ég var nærri dauð út af sýkingu, þurfti að fara í aðra aðgerð og síðan seinna í 3. aðgerðina. Ég hefði farið í 10 aðgerðir í viðbót. Ég hefði aldrei hætt að berjast fyrir að vera ég sjálf. Ég gerði það ekki, þú veist, til þess að fara að vinna einhver ólympíuverðlaun orðin 54 ára gömul á þessu, 55 á þessu ári. Þú veist, þetta er bara svo fáránlegt. Þetta er bara algjörlega bara sturlað að fólk skuli láta sér detta í hug. En það sem það verið að nota transkonur og óttana transkonur, þetta er notað til þess að hafa vald á öllum konum. Og þessi nýja reglugerð og það sem að þeir eru núna hótað þurfa að skilgreina hvað er kona, hvað er kall allstaðar og banna transkonum að fara inn á kvennasalerni og kvennarými. Hvernig ætla þeir að, þú veist, stjórna því? Ætla þeir að hafa lögreglu á hverju einasta kvennarými? Ætla plús það að bara mjög mikið af sískynja konum sem að falla ekki snirtilega inn í einhverja hugmyndafræði hvernig kona ég að líta út. Það muni verða fyrir akasti. Ef að kona er of hávaxin, of breið, með stutt hár, svo framvegis, þá verður hún fyrir aðkasti. Þetta mun bitna allar ofsóknir, allar árásir, allar löggjafir sem að bitna á transkonum munu fyrir að sér bitna á öllum konum. Það er bara svo leiðis. En hérna, þetta bresk lög og þú ert talað skosk lög líka, en sko... Já, náttúrulega Skotlandi hluta Bretlandi. Já, alveg rétt. En sem sé Ísland. Nú er þessi umræða rosa mikið og stuðningur, margir náttúrulega sem að vilja sína stuðning líklega. Þú veist, þannig að þetta hlýtur að vera bæði jákvæð athygli líka, en
Geturðu svona sagt þessi hatursorðra finnst þér hérna á Íslandi að þú metur það þannig? Þú veist, þú sagði mér einhvern tímann að þú hefur eiginlega bara fundið fyrir aukningu á áreiti og svona illvígra orðræðu frá því að Trump var kosinn. Já. Sko hérna á Íslandi sem sagt. Já. Og finnst þér það hafa aukist enn raunverulega núna á stuttum tíma? Já, það er svona ákveðin hópur af fólki sem er mjög hávart í þessu og það er að aukast og þeir eru náttúrulega að reyna að fá fleira fólk til liðs við sig og það er búið að sýna fram á að það eru mjög fjársterkir aðilar sem eru kerfisbundið að vinna gegn jafnréttisstefnunni. Hérna á Íslandi? Já, bara alls þar í heiminu. Já. Og þetta hefur þetta áhrif hérna á Íslandi líka. Og þegar við sjáum til dæmis eins og miðflokkin og lýðræðisflokkin sem betur fyrir komst ekki á þing, að þau eru að flytja alveg nánast ómengaðan trumpisma til Íslands. Og þau eru að sækja ráðstefnur þar sem þessi fjársterku aðilar eru. Og við erum að tala að þetta eru þessir öfgahægri kristnu svona evangelista samtök mörg hver sem er að eyða tugum og 100 milljóna í anti-trans campaigns það er að segja að berja skeinni réttundum transfólks og ef þau myndu nota þó ekki nema að væri bara að brota þessum pening þá getur þau bjargað 10.000 barna frá hungursneyði í Jemen til dæmis sem að væri þá kristilegt að gera þau gætu komið með mataraðstóð á Gaza þau getu beitt sér á svo jákvæðan hátt og kristilegan hátt á svo marga vegu en kjósa að berjast á móti þessu vegna þess að þau skilja það sem ég er búin að segja og er búin að tala að árás á transkonur er leið að loka markmiðinu. Loka markmið er ekkit að útrýma transkonum. Vissulega hata þær transkonur. Við erum óþægileg vegna þess að við erum eins og ég sagði einu sinni að við erum svona þyrnir í augum feðraveldisins. Að því okkur var úthlutað einhverjum ákveðnum forréttindum við fæðingu og við sögðum nei takk, þetta er ekki ég og við vorum tilbúin að taka okkur hvaða kúun sem er og verða minnihluti í staðan fyrir að lifa sem einhver forréttinda einstaklingur að því við vorum það ekki og þetta skilur ekki feðraveldið og erindreka þegar skilja það ekki þetta er bara, þú veist, við erum móðgun við þetta kerfi en loka markmiðið er náttúrulega að hafa fullkomið vald yfir öllum konum að þær séu bara aftur komnar í þú veist, þetta 1950 sem að þeim dreymir að sé sko Make America Great Again gerum Bandaríkin frábær aftur það er bara þegar konan var heima syndi barni og búi og hugsaði eiginmanninn og var nótabenni mátt ekki eiga eigin bankareikning nema leyfi eiginmannsins gat ekki fengið ávísunarhefti nema með leyfi eiginmannsins og þá bara þá á sameiginlegum reikningi gat ekki skilið við hann nema með erfiðismunum og það var löglegt að nauðga konum í hjónabandi bara þangað til ekki fyrir svo löngu allt þetta vil ég fá tilbaka þeir sömu aðilar að berjast fyrir því í ríki Bandaríkjanna að giftingaraldur kvenna verði færður niður í 12 ára þetta eru sömu einstaklingin að tala að þau séu að vernda börnin þetta snýst ekki að vernda börnin þetta snýstur ekki að ráða eða útrýma transkonum þetta snýst að ráða yfir öllum konum og afnema réttindi allra kvenna og svo náttúrulega bara eins og sumir tala að hérna í þessum svona tæknirisa auðveldis órum hérna þessi svæði svona þar sem að verða þar sem að menn þurfa að velja sér svæði bara eftir hvaða tæknirisi ræður eða þannig já. Þá
að þá sé hugsanlega bara verið að fara aftur til sko réttlætingar á þrælahaldi líka sko. Þannig að við þurfum við erum að horfa upp á alveg svakalegt afturför sem sagt, afturhaldsemi. Það náttúrulega búið að vera dulbúið þrælahald í Bandaríkjunum alveg síðan 13. Viðbótin var gerð við stjórnarskrá Bandaríkjanna sem að gerði það verkum að það miklu auðveldara að fangilsa fólk sérstaklega svarta og flest af svona fangilsunum Bandaríkjanum eru einkarekin og þau eru rekin með gróðra sjónarmið í huga og það alls konar vinna sem fer fram þarna, alls konar vinna og föngurum er borgað bara, ef eitthvað, 1 cent á tíman, þannig að þetta nútíma þrælahald og þeir mókuðu alveg, á tímabili þá gerðu þeir það til dæmis ólöglegt að vera heimilislaus og í kreppinu miklu þá bitnaði þetta rosalega mikið á svörtum kallmennum og svarti kallmenn alveg bara voru og eru ennþá langstærsta þjóðfélagsbrotið í bandarísku fangelsum. Þannig að það náttúrulega bara dulbúið þrælahald í gangi ennþá í Bandaríkjunum og viðhorfið þannig. Ég meina, akkur heldur að sé að reyna að banna, þeir eru að banna sögukennslu og þeir kalla það critical race theory en svo það ekkert critical við þetta og þetta ekki theory, þetta ekki kenning þetta rauninni bara sagan eins og hann í raun og veru og þeir eru markvisst að þurrka út söguna þeir eru búin að eyða núna til dæmis bandarískar konur og kallar af afrískum uppruna sem að höfðu markað spor á söguna í þá hernum eða getnum NASA eða eitthvað annað sem að þótti einstaklega markvert og fyrir ríkið og var inn á opinberu vefsíðum. Það búið þurrkað út. Það eins og þess ekki til lengur opinberu vefsíðum. Það bara, vera að halda uppi, yfirburði hvítamannsins. Og þetta bara nákvæmlega sama sem að koma tilbaka, þannig að árás, og það það sem við erum að segja, árás á eitt okkar á endanum árás á öll okkar, sem að erum ekki sís, gagnkynhneigð og hvít, því að, og karlkyns. Þannig að að við þurfum að fara að ýta öllum þessu strámunum út af borðinu. Við þurfum að hætta að gaslýsa hvort annað. Við þurfum að hætta að rífast um hugtakanotkun. Við þurfum að hætta að rífast hvort að við séum reið og ósammála yfir því hvort að einhver vill kalla sig vók og annar vill ekki kalla sig vók. Ég var verð nú að segja því ég var stúderaði heimspeki. Megum við ekki samt rökræða hugtakanotkun eða þú veist, að því mér finnst það svolítið þegar það er sagt líka við hættum að rífast og þetta bara hugtök og eitthvað svona ég held að sé nú bara mjög mikilvægt að rökræða og pæla í hugtökum en við stökkum alltaf yfir það og förum bara í rifrildið og blammeringarnar og látum eins og þetta séu raunverulega föst einhvern veginn hugtök eða ég veit ekki, mér finnst við fara yfir þannig að þegar þú segir hættir að rífast þá vil ég ekki samt, ég myndi ekki vilja ít út á borðinu samt einhvers konar rökræð þótt ég nenni ekki að vera eitthvað rökræð vókendilega, það er ekki það Nei, þú getur rökrætt og borið virðingu fyrir þeim sem þú ert að rökræða við og verið ósámála til dæmis þú ert að tala grunn hugmyndafræði í pólitík þú getur rökrætt alls konar hluti en það sem ég að kalla að hætta að rífast, þá þetta ekki orðin rökræða lengur. Þá fólk farið að kalla hvert annað illum nöfnum, það farið að saka fólk persónulegar árásir, það farið að saka fólk að vera vont fólk og fullt af mannvonsku á hinn bóginn, þannig að fólk komið í einhverja skotgrafir og allt orðið við á móti hinum og þetta við á móti hinum endalaust. Það ekki gagnast einum með einum. Þannig við þurfum að þá,
við þurfum að geta rökrætt og við þurfum að finna sameiginlega flöt og við þurfum að hugsa lausna með það, en við erum ekki að hugsa lausna með það þegar við erum bara að kalla hvort öðru einhverjum nöfnum. Þú veist, eins og núna búið að rífast rosalega mikið hver nú mesti sósíalistinn, þú veist, ég meina hver mesti öreiginn, þú veist, þetta minnir mér svolítið á Monty Python sketch sem heitir The Four Yorkshiremen. Og þeir fóru rífast hver hafði það verst í æsku á meðan þau voru allir að drekka brandi og reykja vindla og voru orðnir velmegandi menn og þeir voru rífast hver hafði nú haft það verst í æsku og það endaði með því að sá sem hafði það verst að hann var drepinn í morgunsárið af pappa sínum sem var alltaf fullur, vann 30 tíma á sólarhring og bjó í hólu í malbyggi. Þú veist, þetta er bara svo mikið rugl. Fyrir kosningarnar þá var það mitt svolítið vinsælt að vilja tala hver hefði upplifað fátækt, þá var það allt í einu svona einhvern veginn PR-fulltrúarnir höfðu bent sínum fulltrúum á að það væri gott að svona sýna skilning með þessu móti og þá var þetta svolítið ykt að við náttúrulega erum ekki þessi umræðu vettfangur líka ekki beint, það er ekki eins og við séum hérna í einhverju heimsbyggilegu speysi að ræða málin af miklu umburðarlyndi og þrá eftir skilningi eða þannig, það er ekki beint hægt að segja að það sé svona einkennandi fyrir okkar tíma það sem er það sem raunverulega bara mjög mikill áróður og mikill svona upplýsinga óreiða sem að líka verður til þess að fólk verður bara strax uppgefið einhvern veginn að reyna að halda einhverju taka þátt í samræðinu, er það ekki? Jú, það er náttúrulega líka vegna þess að við gáfum valdið frá okkur. Fólkið gaf valdið frá sér. Leyfði öðrum að hugsa fyrir sig. Og stjórnsýslan gerði þetta líka. Hvenær gerist þetta? Ég meina, það var læknir sem skrifaði að til dæmis heilbrigðiskerfið á Íslandi var betur statt 1974. Heldur en 2024 vegna þess að það voru fleiri sjúkrarúm per 100 einstaklinga og svo framvegis. Leið og við erum farin að láta eitthvað annað sjónamið stjórna för heldur en hvað er best fyrir alla. Ef að við horfum bara á það hvað er best fyrir alla, hvað er best fyrir samfélagið, að þá var allir veginir okkar góðir. Heilbrigðiskerfið væri gott, menntakerfið okkar væri gott og allir sem að vildu og gætu hefðu aðgang að menntun. Og ég er ekki að segja að menntun sé allt, en og þú getur verið vel lesin og fróður einstaklingur á þess að hafa mikla menntun á bakinu. En menntun á að virka þannig að hún skilir tilbaka til samfélagsins og þú ert að mennta þig til einhvers. Mér heyrist þú nú vera alveg talandi sósíalist, mér heyrist þú nú vera mjög sannur sósíalist í þessari lýsingu. Þú veist, þannig að menntun á að vera þannig að þú veist, þú ert ekki bara menntaði fyrir sjálfa þig, að eigi gjörnum kvotum, heldur á að vera einhvern veginn þú skilir tilbaka. Og en einhver staðar á leiðinni þá fór önnur sjónarmið að ráða för. Það fór til dæmis gróðurasjónarmið að ráða för inn í heilbrigðiskerfinu. Það fór hagkvæmni sjónarmið að ráða inn í menntakerfinu og gatnakerfinu og það þurfti alltaf að hagræða og spara, en ég meina, þú veist, að spara tíkall í dag þýddi að þú veist, skuldarunni 100 kall í uppsafnaða viðhaldsvinnu á gatnakerfinu á morgun. Og þannig allt hefur fengið að grotna niður. Og menntakerfið og menningakerfið líka. Já, ég meina, menntakerfið okkar er að svo mörguleiti frábært og það fullt af frábæru fólki sem að vinnur í því. Það sem að hjá okkur er að við erum sífellt að skipta
stefnur. Það sífellt sem að verið að búa til og breyta aðalnámskrá, lagana til, breyta áherslum, takin nýtt kerfi og nýtt kerfi og nýtt kerfi, að þið verum alltaf að leita að einhverju, þú veist, sem miklu betra. Mér finnst það nú bara að vera jákvætt að leita einhverju sem betra og breyta einhverju, svona ef ég tekið þetta alveg bókstaflega sem þú voru að segja. En er það ekki samt líka það að við erum að leita einhverju betra vegna þess að síðasta kerfi virkaði ekki, og eins og margir segja sem þekkja til, að það var aldrei veitt fjármagn til þess að leyfa því að innleiðast almennlega eða virka. Eitthvað þannig að það er raunverulega breytt og svo náttúrulega bara hugmyndir einkavæðingar þegar að einhver ríkisbatteri virka ekki, en þau hafa raunverulega aldrei fengið kannski að virka almennilega. Nei, og síðan það sko, þú veist, þegar þú ferði í það að hóla öll kerfi og breyta bara breytingana vegna og sko, þú veist, það alltaf að breyta, en ef þú breytir þá verður að leyfa þeirri breytingu að ná fótfestu og sjá hvort þú virki áður en þú ert komið með nýja breytingu. Það er það sem ég er að tala um. Breytingarnir eru svo ört að þegar, þú veist, ég man bara að svo við tökum bara breytingur á aðalnámskrá, þá er innleiðingarferli og það tekur, þú veist, kerfið bara, þú veist, innleiðingarferli og til þess að bara kenna kennurunum að vinna eftir nýju kerfi, að þá tekur það alveg þó nokkur ár. Og það var ekki fyrr sem sagt fólk búin að ná, þú veist, nýju aðalnámskránni, en það komum breytingar og það var öll vinnan eiginlega meira og minna bara, þú veist, ónýtt. Þannig að við leyfum ekki, þú veist, kerfinu að fá þetta andrými. Síðan er það líka annað að við erum með alls konar sérfræðinga sem að allir eru tilbúnir að hafa vita á þessu, en þeir eru að nálgast þetta út frá ekki, þú veist, hvað er best fyrir börnin. Þeir nálgast þetta oft út frá hvað kostar minnst, út frá hagræðingarsjónarmiðum, og hver einasti kennari, nánast held ég undantekningarlaust, myndi segja að svona grundvallar leiðréttingin sem þyrfti að eiga sér stað til þess að gera allt skólakerfið okkar skilvirkara var að fækka í bekkjum. Bara það að fækki bekkjum, það myndi bæta allt. Nei, það er ekki hlusta á það. Það koma alls konar öðruvísi kröfur og meiri sé að, þú veist, voru samtök sveitafélaga, þú veist, í síðustu kjarasamningsviðræðum að reyna að fá kennara til að kenna meira og vera með stærri bekki. Þú veist, þetta er sama fólkið og mætir síðan í Kastljós og hingað og þangað og talar um að við séum ekki standa okkur nógu vel í PISA. En þegar einn kennari er komið með nemendur sem er í skóla og aðgreiningar, það sem að meirinn helmingurinn af bekknum eru með sérþarfir og þeir eru yfir 20, sem þýðir í 40 mínútur kennslustund hefur 2 mínútur á per nemanda eða minna og það er einn nemandi sem er svo krefjandi að hann tekur helmingina tímanum, þá er það ekki, þú veist, góð nýtni og ekki góð framleiðni. Þannig að sko. En nú þetta er menntakerfið, en svo er það menningin. Ég ekki talaði allt endalaust. Já, það var svo gaman að fá fréttir á ýmsum sviðum hjá þér, menn alltaf mikla kennari náttúrulega líka. Já, ég er líka kennari og búin að kenna í 20 ár. Já, en sko, ef að tíma okkar er búin, má ég bara spyrja rétt undir lokin, fara aftur í bíómyndina sem að kannski margir sáu. Hefur hún ekki farið, þú sagði mér einhvern tímann að hún ætla að vera á leiðinni til Bandaríkjanna? Jú, hún er í Bandaríkjunum núna. Það var valið að sýna hana í 4 borgum í Bandaríkjunum, í kvikmyndahúsum þar, og ef hún gengur vel, þá verður hún sýnd víða. Hún er að fá nefnilega rosalega góða dóma og fólk er að taka henni rosalega vel í Bandaríkjunum. Og eins og ég segi, þetta er bara eina bíómyndin sem fjallar transmannesku sem þar sem hún er bara venjuleg manneskja.
og hún deyr ekki endan og hún á ekki við fíkniefna vandamál að stríða og þú veist og þetta ekki bara allt eitthvað ömurlegt og það er verið að sýna hana, það var að vera að sýna hana á hátíð í Póllandi, hún að fara hinnar á þessar hátíðir bæði í Ástralíu og víða í Evrópu. Þannig að hróðurinnar bara vaxa og vaxa og þetta mynd og ég hef trúið því að þetta mynd sem mun lifa og standast tímans tönn vegna þess að þetta fyrst og fremst bara saga að vera manneskja og geta séð fram hjá akkurat, þú veist, hvers konar manneski þú ert og horft á kjarnan því að hvort sem þú er trans eða cis eða straight eða hinsegin þá bara spurning þú veist, ertu gott fólk eða ekki og þá þetta eins og Birna sagði í myndinni, þetta alltaf spurning hjarta en ekki parta. Já. Maður svolítið fegin, sko, við vorum fyrst svo ánægð með útrásarvíkingana og hvað þeir fóru víða, en ég verið að segja, maður getur ekki að vera glaður yfir hvað ljósvíkingarnir fara víða og farið sem, þeir fara sem allra víðast. Já, hún heitir Odd Fish á ensku, sem að þýðir bara að vera öðruvísi. Já. Og hérna mjög viðeigandi titill vegna þess að það að vera trans og vera svona hluti af minnihlutahóp þó að það má kannski segja að fólk að ég sé mjög hávar minnihlutahópur þessi ég, þú veist, læt ekki þakka neyri mér að þá vissum við alltaf og við höfum öll vita að við vorum öðruvísi og að alast upp, þú veist þá veist að þú ert öðruvísi vegna þess að hinni krakkarnir finna líka að þú ert öðruvísi og þú verður fyrir einelti og aðkasti að þú ert öðruvísi en ef þú hefur ekki fræðsluna þá veist ekki hvernig öðruvísi og þeir líður bara illa og þú byrjar að læra að hata sjálfa þig af því þú hefur ekki tækifæri til að geta skilgreint sjálfa þig og þessin svo mikilvægt að hafa fræðsluna því þá getur þú sagt þetta ég og leið og þú hefur þetta þá bara hluturinn svo mikið, mikið betri. Arna Magnea Dangs, ljósvíkingur og, eða má segja það bara, segja bara ljósvíkingur núna og svona mannréttinda fréttaritari okkar hérna við rauðaborðið, leikona og áhættuleikstjóri, kennari, kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og fræða okkur og spjalla við okkur mannréttindamál í heiminum. Ég þakka hlustendum og áhorfendur kærlega fyrir að vera með okkur. Laufey Líndar Ólafsdóttir fyrir að varpa samræðan yfir til ykkar og ég heiti Oddný Eir og þakka ykkur fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is